Massimo, I was in communication with Lovre. He is going to try another laptop. If he won't be able to make it work, Yasmin will do his part.
Frá ráðstefnuhöllinni í Salt Lake City, Utah. Þetta morgunhluti laugardags, 195. fyrri aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heiluga. Ræðumenn eru valdir úr hópi leiðtoga kirkjunar. Tónlist þessa hlutar flytur Tabernacle Choir at Temple Square. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Hana má nota til einkanota og ekki í hagnaðarskili á heimilum, í fjölskyldu eða í kirkju. Dallin H. Oaks forseti, fyrsti ráðgjafi í æðsta forsætisráðinu, stjórnar þessum ráðstefnuhluta. Brothers and sisters, Bræður og systur, verið innilega velkomin á 195. fyrri aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu. Við erum þakklát fyrir mætingu ykkar allan heim, hvar sem þið kunnið að vera. Russell M. Nelson, forseti, sem horfir á þennan ráðstefnarhluta heima, hefur beðið mig að stjórna. Við heilsum aðalvaldhöfum og aðalembættismönnum sem verða meðal okkar á ráðstefnunni. Tónlist þessa hlutar flytur The Tabernacle Choir at Temple Square. Við þökkum Mac Wilberg og Ryan Murphy sem stjórna kórnum og Andrew Unsworth og Richard Elliot við orgelið. Við bjóðum velkomna kirkjumeðlimi utan Bandaríkjanna sem ganga til liðs við Tabernacle kórinn á ráðstefnunni. Þeir eru fulltrúar Argentínu, Brasilíu, Síle, Malasíu, Nýja-Sjálands, Filippseyja, Suður-Afríku, Svíþjóðar og Tævan. Takk fyrir að miðla okkur hæfileikum ykkar. Kórinn hóf samkomuna á því að syngja Börn vors drottins og mun nú syngja With Songs of Praise. Inngangsbæn flytur síðan öldungur Kevin S. Hamilton af hinum 70. Music
Our beloved Father in heaven, okkar áskæra himneski faðir, with songs of praise and með gratitude, we come söngum af þakklæti, þökkum við þér gratitude in our hearts for this worldwide general conference. fyrir þennan þessa heimslæga aðalráðstefnu. For a blessing upon the first presidency. Við biðjum þér blessunni fyrir æðsta forsætisráðið og Father, we acknowledge that the hina Holy 12 Ghost póstula. is the teacher, and we pray that thy spirit will be Við with us biðjum today, that að we þinn will andi megi vera með okkur í dag be taught and instructed in og the við ways of munum vera the kennt hvert við eigum að fara. We love thy son. Við elskum þig og son þinn og erum þakklátt fyrir að vera hluti af endurreista fagnaðarstefnu. Við segjum það í nafni Jesú Krists. Amen. Brothers and sisters, I will now og systur, ég mun nú kynna ykkur aðal valdhafa, svæðishafa 70 og aðal embættismenn kirkjunar, kirkju Jesú Kristina síðari daga, heilugu og biðja stuðning ykkar. Sýni viðsamlega stuðning ykkar á hefðbundin hátt. Ef einhver á móti því sem hér verður lagt fram, biðjum við þau að hafa samband við stýrkuforseta sinn. Þessi beist að við styðjum Russell Marion Nelson sem spámann, sjáanda og opinberara og forseta kirkju Jesú Krists hina síðari daga heilugu. Dallin H. Oaks sem fyrsta ráðgjafa í æðsta forsætisráðinu og Henry Benyon Eyring sem annan ráðgjafa í æðsta forsætisráðinu. Þau sem eru samþykk sýni það. Þau sem eru mótfallin sýni það. Þessi beist að við styðjum Dallin H. Oaks sem forseta 12 póstulasveitarinnar og Jeffrey R. Holland sem starfandi forseta 12 póstulasveitarinnar. Öll sem eru því samþykk sýni það. Sé einhver á móti sýni þau það. Þessi beist að við styðjum eftirtalda meðlimi 12 póstulasveitarinnar Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, G. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Raspand, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit Tvöfutaf Gong og Ulysses Soares og Patrick Kieron. Þau sem eru því samþykk sýni það. Sé einhver á móti sýni þau það. Þessi beist að við styðjum ráðgjafana í æðsta forsætisráðinu og meðlimi 12 póstulasveitarinnar sem spámenn, sjáendur og opinberara. Öll sem það samþykkja sýni það. Ef einhver á móti sýni þau það með sama merki. Eftirfarandi aðalvaldhafar 70 verða leystir frá verkefnum sínum og veitt emeritus staða sem tekur gildi 1. ágúst 2025. Öldungur David S. Baxter, Randall K. Bennett, Kevin S. Hamilton, Rafael E. Pino og Jorge F. Ceballos. Þau sem vilja sýna þessum bræðrum og eiginkonu þeirra og fjölskyldu þeirra þakklæti fyrir áralanga dygga þjónustu hvarvetna í kirkjunni mega sýna það með handauppréttingu. Við leysum líka af frá þjónustu sem meðlimur í forsætisráðinu hinna 70 sem tekur gildi þann 1. ágúst 2025. Þau sem vilja sýna þakklæti fyrir þjónustu hans í þessu starfi mega gera það. Af þakklæti vekjum við líka athygli á 57 svæðishöfum 70 sem munu ljúka þjónustu sinni og nöfn þeirra megi finna á vefsíðu kirkjunnar.
Þau sem vilja sýna þessum bræðrum og fjölskyldum þeirra þakklæti fyrir áralanga og óeigjarna þjónustu mega sýna það. Við leysum af sem aðal forsætisráð piltafélagsins sem tekur gildi 1. ágúst 2025 sem skipað af Stephen J. Lund sem forseta, Bradley R. Wilcox sem fyrsta ráðgjafa og Michael T. Nelson sem öðrum ráðgjafa. Öll sem vilja tjá þessum bræðrum þakki fyrir digga þjónustu mega sýna það. Lagt til að við styðjum sem meðlim í forsætisráði hinna 70 sem tekur gildi 1. ágúst 2025. Þau sem eru því samþykk sýni það. Sé einhver á móti, sýni þau það. Þessi beiðst að við styðjum eftirtalda sem nýja aðalvaldhafa 70. John D. Amos. John B. Amos, Ronald M. Ronald M. Barcelos. Barcelos, G. Barlow. Stephen C. Barlow, Kevin G. Kevin G. Brown, B. B. Corey Corey Cuvelier, Michael Sisla, James E. James E. Evanson, Brick Brick Vaff Eyre, Ozani Osani Farias, Aaron T. Hall, Brian J. Holmes, Pedro X. Larial, Clement M. Matsavagotata, Eduardo F. Ortega, Edward G. Rau og Wan Liang Wu. Öll sem það samþykja sýni það. Séu einhver á móti, sýni þau það. Við vekjum athygli að 78 nýir svæðishafar 70 voru studdir á leiðtogafundi aðalráðstefnunnar 5. apríl sem var síðan tilkynnt á vefsíðu kirkjunnar. Við bjóðum ykkur að styðja þessa bræður í nýjum verkefnum þeirra. Þau sem eru því samþykk sýni það. Sé einhver mótfallin, sýni þau það með sama merki. Þessi beiðst að við styðjum sem nýtt aðalforsætisráð Sunnudagaskólans sem tekur gildi þann 1. ágúst 2025 Timothy L. Farnes sem forseta, David J. Wunderlich sem fyrsta ráðgjafa og Sean R. Dixon sem annan ráðgjafa. Þau sem eru því samþykk sýni það. Sé einhver á móti, sýni þau það. Þessi beiðst að við styðjum aðra aðalvaldhafa, svæðishafa 70 og aðalembættismenn eins og skipan þeirra er nú. Öll sem eru því samþykk sýni það með uppréttri hönd. Sé einhver á móti, sýni þau það. Bræður og systur, við þökkum ykkur fyrir stuðning ykkar í þágu leiðtoga kirkjunnar. Við bjóðum nýjum aðalvaldhöfum og nýjum aðalembættismönnum að fá sér sæti á pallinum.
Brother Jared B. Larson, Bróðir Jared B. Larson, framkvæmdastjóri endurskoðunardeildar kirkjunnar, mun nú lesa endurskoðunarskýrslu kirkjunnar fyrir 2024. Að honum loknum mun kórinn syngja Hann sendi soninn. Við njótum síðan þeirra ánægju að hlýða á Jeffrey R. Holland, forseta, starfandi forseta 12 postulasveitarinnar. Þar á eftir hlýðum við á Camille N. Johnson, aðalforseta Líknarfélagsins, öldungur Ronald A. Rasband í 12 postulasveitinni mun síðan tala til okkar. To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, dear brethren, Til æðsta forsætisráðs kirkju Jesú Kristínar síðari daga heilugu. Kæru bræður, sem mælst fyrir samkvæmt opinberun skráðri í kafla 120 í kenningusáttmálum ákvarðar umráðanefnd tíundar sem skipuður æðsta forsætisráðinu, 12 postulasveitinni og yfirbiskupsráðinu útgjaldaheimildir kirkjusjóða. Einingar kirkjunar nýta sjóði samkvæmt samþykktum fjárhagsáætlun í samræmi við reglur og starfsaðferðir. Endurskoðunardeildin sem samanstendur af viðurkenndu fagfólki og eru óháð öllum öðrum deildum kirkjunar hefur það ábyrgð að framkvæma endurskoðun til að tryggja eðlilega fullvissu varðandi móttekið framlög, útgjöld og varðveislu eigna kirkjunar. Grundvallað á framkvæmdri endurskoðun endurskoðunardeild kirkjunar þeirra skoðunar að öllu efnahagslegu tilliti hafi meðferð allra framlaga, útgjalda og eigna kirkjuna fyrir árið 2024 verið stýrt og skráð í samræmi við samþykktar fjárhagsáætlanir, reglur og starfsaðferðir kirkjunar. Kirkjan framfylgir þeim reglum sem hún kennir þegnum sínum, að eyða ekki efni fram, forðast skuld og leggja penning til fyrir mögruárana. Endurskoðunardeild kirkjunar, Jared B. Larson, framkvæmdastjóri.
Jesus began the last year of his mortal life by intensifying the training of his apostles. If his message and his church were to survive him, Jesú hóf síðasta ár jarðlífsins á því að auka þjálfun postulana sinna. Og boðskapurinn sem hann hafði kirkjan hans ætti að ná rótfestu eftir hans tíma, þyrfti að þrýsta meira í hjörtu 12 ára veljaði manna sem hefði þekkt henni tæpa 24 mánuði. Among the 12 and later asked, what was it that ye disputed among yourselves? Jesú vitni að deila milli nokkurra postulana og 12 og spurði, hvað voru þið að ræða á liðinni? Þeir sögðu greinilega skömmustunni eftir slíkar deilur, segir ritningarnar. But this greatest of all teachers En hinn mesti allra kennara vissi hvað þeir hugsuðu. Í hjörtum sínum og skynjaði þar fyrstu merki persónlegt ráns. Svo hann kallaði til sín lítið barn. And said, og sagði, sannlega segi ég yður, komist aldrei í himnaríkið nema þér snúið við og verðið eins og börn. Ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore Hver sem auðmýkir sig og verður eins og barn þetta, sá mestur í himnaríkið. The same is greatest in the kingdom of heaven. Now it should be noted Þess má geta að jafnvel fyrir fæðingu Krists inni hélt kveðjuræða Benjamins konungs einnig þessa klúkstæðu ástæðu auðmýkt. Það stendur, hinn náttúrulegi maður óvinur Guðs nema hann láti undan umtöðum hins heilaga anda og verði heilagur fyrir friðþægingu Krists, sjálfsdrottins og verði sem barn líðinn, auðmjúkur, fullur kærleika, jafnvel eins og barn sem beygir sig fyrir föður sínum. Það augljóslega nokkur barnalegur skilningur sem við hvetjum ekki til. Fyrir 25 árum beið þá 30 ára afastrákurinn minn 5 ára gamla systur sína í handleggi. Tengdasonar minn kenndi hvað hann gat allar þær lexíur fyrirgefningu sem í hug hans komu og ályktaði að litli bróðir hennar vissi líklega alls ekki hvernig væri að vera bitinn í handlegginn. Þetta föðurlega framlag virkaði dásamlega í 1,5 mínútu þar til hávaða grátur heyrðist frá barnaherberginu og afastelpa mín hrópaði, hann veit það núna. Svo hvað það sem við eigum að sjá við dygðir yngra skólaliðs lífsins? Hvað var það sem fékk Krist sjálfan til að fella tár í ljúfustu sviðsmynd allrar Mormons bókar? Hvað var Jesú að kenna þegar hann kallaði niður himneska eldsloga og verndarengla til þess að umkringja börnin og vernda þau og sagði við mannfjöldan, lítið á börn yðar. Við vitum ekki hvað olli því öllu, en ég held að það hafi eitthvað með hreinleika þeirra og sakleysi, meðfædda auðmýkt og hvað hún gæti fært okkur inn í líf okkar.
Hvers vegna eru dagar örvæntingar merktir af einum spámanni sem aumast í hégómi? Allt hégómi. Hví það svo að hin hégómlega ímyndun og dramb mannanna barna eru einkennandi fyrir hina miklu og rúmgóðu byggingu sem var svo andlega dauð í sýn Lehís. Og Sóramítarnir sem báðust fyrir með svo sjálfhverfum hætti. Þá sagði Alma, sjá, ó Guð, þeir ákalla þig með vörum sínum meðan þeir eru uppfullir af hégóma heimsins. Andstætt þessu nokkuð ljúfara, hreinna eða sýnir meiri auðmýkt en bæn barns. Það sem himnaríki sé í herberginu. Guð og Kristur eru þeim svo raunverulegir, en fyrir aðra getur reynslan verið yfirborðskenndari. En eins og öldungur Richard L. Evans vitnaði til fyrir meira en öld. Mörg okkar segjumst vera kristinn, en við tökum hann ekki alvarlega. Við virðum hann, en við fylgjum honum ekki. Við vitnum í orð hans, en við lifum ekki samkvæmt þeim. Við dáumst að honum, en við tilbiðum hann ekki. Hver lífið var öðruvísi ef heimurinn mæti Jesú umfram það stig að hneigjast ekki til vanhelgunar. En börn elska hann í raun og sú elska getur færst yfir í önnur sambönd þeirra á leikvelli lífsins. Reglan að jafnvel á fyrstu árum elska börn auðveldlega, fyrirgefa fúslega og hlátur þeirra gæti brætt hið kaldasta, harðasta og bitrasta hjarta. Þannig mætti áfram telja. Hreinleiki, traust, hugrekki, persónustyrkur. Komið með mér til að skoða auðmýkt frammi fyrir Guði sem ungur vinur minn auðsýndi. Þann 5. janúar 2025, fyrir 91 degi, var Easton Darren Jolly veitt Aronsprestamið og hann vígður djákni í kirkju Jesú Krist hinna síðari daga heilögu. Easton hafði þráð að útdeila sakramenti kvöldmáltíða Drottins svo lengi sem hann fékk munað. En þessu helga tækifæri fylgdi sá kvíðahnútur í maga að honum myndi mistakast, að hann myndi falla koll, að honum yrði strítt eða hann yrði sér og fjölskyldu sinni til skammar. Easton nefnilega með mjög sjaldgæfan og eyðandi sjúkdóm, Ulrichs meðfædda vöðvarýrnun. Hann hafði smám saman frá unga aldri olið ógnvekjandi áskorunum og á sama tíma splundrað vonum hans og draumum framtíðina. Hann verður brátt í hjólastól til frambúðar. Fjölskylda hans ræðir ekki hvað bíður hans eftir það. Sunnudaginn eftir vígsluna, 12. janúar, átti Easton að útdeila sakramentin í fyrsta sinn.
Hans persónulega áskorun var að geta af eini rafleik fært föður sínum, sem var biskup deildarinnar, þessi helgu tákn. Af tillökkun yfir þessu verkefni hafði hann sárbeðið, grátið og fengið fullvissu að alls enginn myndi reyna hjálpa honum. Af mörgum ástæðum þurfti hann að gera þetta einn og óstuddur. He needed to do this alone and unaided. Well, after the priest had Eftir að presturinn hafði brotið brauðið og blessað það, táknið brotin líkama Krists, steig Easton upp með sinn brotna líkama til að taka á móti bakkanum sínum. 3 erfið þrep voru þó frá gólfi samkomuhússins upp á pallinn. So after receiving his tray, he stretched up as high as he could. Eftir að hann hafði tekið við bakkanum sínum, teygði hann sig eins hátt upp og hann náði og setti hann á flötinn ofan á handriðið. Síðan með því að setjast ofan á eitt af hærri þrepunum, notaði hann báðar hendur til að lyfta hægri fótleggnum og upp á fyrsta þrepið. Hann lyfti síðan vinstri fótleggnum upp á sama þrep og hélt hann áfram. Uns hann hafði náð upp á toppinn á sínu persónulega 3 þrepa Everest fjalli. A few more steps, and he stood in front of the bishop, his father, who with tears drenching his eyes. Þessu næst mjakaði hann sér að burðarstólpa til að hífa sig upp á fæturnar. Honum tókst það að komast aftur á bakkanum. Eftir örfá skref til viðbótar stóð hann frammi fyrir biskupnum sem með tárvöld augu og vanga varð að hemja sig frá því að faðma ekki að sér sinn fullkomlega hugrakka og trúfasta son. Brosandi af létti hefði Easton rétt eins geta sagt: Ég hef gert föður minn dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem hann fékk mér að vinna. Trúfesti, hollusta, hreinleiki, traust, heiður og að endingu elska til þessa föðurs sem hann þráði svo að þóknast. Þessir og fjölmargir aðrir eiginleikar fá okkur einnig til að segja: Hver sem auðmýkir sig og verður eins og barn þetta, sá mestur í himnaríki. Bræður og systur, ég ber þess vitni að efst á lista fallegustu mynda sem ég veit eru smábörn, börn og ungmenni, jafnt sem samviskusöm og ómetanleg og þau sem við höfum vísað til í dag. Ég ber þess vitni að þau eru ímynd Guðs ríkis, blómstrandi á jörðu í öllum sínum styrk og fegurð. Í sama anda vitnisburðar ber ég þess vitni að Joseph Smith hafi á ungdómsárum sínum séð það sem hann sagðist hafa séð og átti samtal við þá sem hann sagðist hafa talað við. Ég ber þess vitni að hinn auðmjúki og sanni Russell M. Nelson Guð vígði og hæfi spámaður og sjáandi. Guðs vígði og hæfi og spámaður og sjáandi. Eftir að hafa lesið Mormonsbók stöðugt alla ævi ber ég þess vitni að hún ein mest gefandi bók sem ég hef nokkru sinni lesið og burðarsteinn minnar litlu dvalar í ríki margra vistarvera. Ég ber því vitni að prestdæmið og bænin hafa endurreist líf mitt. Prestdæmi Krists og bænir ykkar. Ég veit að allt þetta sannleikur og ber þess vitni í nafni hins mikilfenglegasta allra hlýðinna sona, Alfa og Omega hins mikla. Ég hins krossfesta, hins trúfasta vitnis, já, drottins Jesú Krists. Amen.
10 lepers hollered to the Savior, "Have mercy on us." And Jesus did. He told them to show themselves to the priest, and as they went, they were cleansed of the disease. And one of them, when he saw that he was healed, shouted praises to God. He returned to the Savior, fell at his feet, and expressed gratitude. And the Savior said to him who was thankful, "Thy faith hath made thee whole." Jesus Christ had healed 10 lepers, but one, coming back to the Savior, received something in addition. He was made whole. 9 lepers were physically healed. One was physically healed and made spiritually whole. In pondering this story, I have wondered if the converse is true. If healing and wholeness are not the same, can one be made spiritually whole by him, but not yet physically and emotionally healed? The master healer will heal all our afflictions, physical and emotional, in his time. But in the waiting to be healed, can one be whole? What might it mean to be spiritually whole? We are whole in Jesus Christ when we exercise our agency to follow him in faith. Okkar til að fylgja honum í trú. Leggjum hjörtu okkar fram fyrir hann svo hann megi móta þau. Höldum boðorð hans og göngum í sáttmála við hann. Með hóvar þraukum við og lærum af áskorunum þessa jarðlífs uns við snúum aftur í nærveru hans og öðlumst fullkomna lækningu á allan hátt. Ég get verið heil á meðan ég bíð lækningar ef ég heilsugar í sambandi mínu við hann. Trú á Jesú Krist vekur von. Ég finn von í að keppa að því að vera heil. Heilleiki sem verður til vegna trúar á Jesú Krist. Trú á hann eykur von mína lækningu og sú von styrkir trú mína á Jesú Krist. Þetta máttug hringrás. Drottinn sagði við Enos að trú hans hefði gert hann heilan. Heilleiki kom þegar Enos hugleiddi orð spámannsins og Jakobs föður síns. Hann hungraði eftir að skilja möguleikann á eilífu lífi. Hann ákallaði Guð í máttugri bæn. Og í ástandi þeirrar þrár og auðmýktar barst rödd Drottins til hans og tilkynnti að syndir hans væru fyrirgefningar. Og Enos spurði Drottinn, hvernig má það vera? Og Drottinn svaraði, vegna trúar þinnar á Krist. Trú þín hefur gert þig heilan. Með trú okkar á Jesú Krist getum við leitast við að vera andlega heil á meðan við bíðum og vonumst eftir líkamlegri og tilfinningalegri lækningu. Fyrir kraft friðþægingafórnar sinnar og þegar við iðrumst af einlægni læknar frelsarinn okkur af synd eins og hann gerði fyrir Enos. Alltæk friðþæging hans nær líka til harms okkar og sorga. Þó ekki víst að hann lækni veikindi og sjúkdóma, langvinna verki, sjálfsofnæmi sjúkdóma eins og MS-sjúkdóminn, krabbamein, kvíða, þunglyndi og þess háttar. Slík lækning á tíma Drottins. Og þangað til getum við valið að vera gerð heil með því að iðka trú okkar á hann. Að vera heil þýðir að finna fullkomnun og fyllingu. Líkt og hyggnumeyjarnar 5 sem voru með lampa sína full af olíu þegar brúðkominn kom, getum við verið heil í Jesú Kristi við fyllum lampa okkar með nærandi olíu, trúar umbreytingar til hans. Og á þann hátt erum við undirbúin fyrir hennar tákgrænu brúðkaupsveislu, síðari komu hans. Í dæmisögunni voru allar 10 meyjar á réttum stað og biðu brúðkomans. Allar komu þær með lampa. En þegar hann kom á óvæntum tíma á miðnætti höfðu hinar 5 fávísu ekki næga olíu fyrir lampa sína. Þeim var ekki lýst sem ranglátum heldur frekar sem fávísum. Hinar fávísu bjuggu sig ekki nægilega undir að halda lömpum sínum logandi með olíu trúar umbreytingar. Sem svar við beiðni þeirra að fá að taka þátt í brúðkaupsveislunni sagði brúðguminn, þið þekkið mig ekki. Þannig gaf hann í skyn að hinar 5 vitru meyjar þekktu hann. Þær voru heilar í honum. Lampar þeirra voru fullir af henni dýrmætu olíu trúar umbreytingar sem gerði vitru meyjunum kleift að taka þátt í brúðkaupsveislunni og að setja til hægri handa brúðgumans. Eins og frelsarinn orðaði það, verið þess vegna staðfastir og biðið án afláts
Látið loga á hreinum lömpum yðar og hafið olíu með yður, svo að þér séu reiðubúin við komu brúðgumans. Stórfenglegri höggmynd af henni 5 hygnum meyjum var nýlega komið fyrir á Musteristorginu rétt fyrir utan dyr líknarfélagsbyggingarinnar og í skugga Salt Lake Musterisins. Þessi staður eru vel til þess fallin að endurspegla boðskap dæmisjónar. Vegna þess að þegar við gerum og höldum sáttmála, einkum þá sem í boði í húsi drottins, fyllum við lampa okkar með olíu trúar umbreytingar. Þó að konurnar sem tákna hinnar 5 veitru meyjar deili ekki olíu trúar umbreytingar sinnar, þá deila þær ljósi sínu þegar þær halda á lömpum sínum sem eru fullir af olíu og lofa skært. Mikilvægt að þær eru sýndar styðja hver aðra öxl við öxl með handlegum hina og með augn og samband sín á milli og hvetjandi aðra til að koma til ljósins. Sannarlega, við erum ljós heimsins, frelsarinn kendi. Ég kalla yður til að vera ljós þessa þjóðar, borg sem á fjalli stendur fær eigi dulist. Kveikjum við ljós og setjum þau undir mæliker? Nei, það sett á ljósastig og það lýsir öllum sem í húsinu. Látið þannig ljósið að lýsa meðal þessara þjóðar til að hún sjái góðverki yðar og vegsa með föður yðar sem á himni. Okkur boðið að miðla ljósi hans. Hafið því lampa ykkar fulla af olíu trúar umbreytingar til Jesú Krist og verið viðbúin að halda lampa ykkar hreinum og skínandi björtum. Látið síðan ljósið skína. Þegar við miðlum ljósi okkar færum við öðrum lík Jesú Krist. Viðsnúningur okkar til hans verður dýpri og við getum verið heil, jafnvel meðan við bíðum lækningar. Þegar við svo látum ljós okkar skína skært, getum við verið glöð, jafnvel meðan við bíðum. Dæmi úr ritningunum gagnlegt til að leggja áherslu á þá reglu að við getum verið heil þegar við höfum snúist til Jesú Krist og sótt styrk frá honum, jafnvel á meðan við bíðum eftir lækningu. Páll postuli tókst á við einhvers konar áskorun sem hann lýsti sem fleini í holdinu sem hann hafði í 3 gang við drottinum að fjarlægja. Drottinn sagði við Pál, náð mín nægir þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Páll svaraði, því vil ég helst hrósa mér af veikleikum mínu til að kraftur Krists megi taka bústað í mér. Þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég veikur þá ég máttugur. Fordæmi Páls bendir til þess að styrkur okkar í Jesú Kristi geti verið fullkominn gerður jafnvel í veikleikum okkar, sem sagt fullgerður og heill. Þeir sem heyja baráttu við jarðlífið og snúa sér til Guðs í trú líkt og Páll geta hlotið blessanir þess að kynnast Guði. Páll læknaðist ekki að þjáningu sinni en hann var andlega heill í Jesú Kristi, jafnvel í mótlæti sínu. Lýsti ljós trúar umbreytingar hans til Jesú Krist og styrkur hans frá honum og hann var glaður. Í bréfi sínu til Filippímanna sagði hann, verið ávallt glöð í drottni, ég segi aftur verið glöð. Bræður og systur, svarið já. Við getum orðið andlega heil, jafnvel á meðan við bíðum eftir líkamlegri og tilfinningalegri lækningu. Heilleiki táknar ekki endilega líkamlega og tilfinningalega endurreisn í þessu lífi. Heilleiki verður til vegna trúar á Jesú Krist og trúar umbreytingar og með því að láta ljós þeirra trúar umbreytingar skína. Margir eru kallaðir en fáir velja að vera útveldir. Allir munu læknast líkamlega og tilfinningalega í upprisunni, en munu þið velja núna að vera heil í honum. Ég lýsi því yfir með gleði að ég hef snúist til trúar á drottinn Jesú Krist. Ég keppi að því að vera heil í honum. Ég viss að allt verður endurreist og lækning mun berast á hans tíma vegna þess að hann lifir. María Magdalena var kona sem Jesú Kristur læknaði. Hún var einnig kona heil í Jesú Kristi. Sem lærisveinn hans fylgdi hún frelsarunum alla Galileu og þjónaði honum. Hún var viðstödd við fót krossins, vitni að dauða hans. Hún fór á gröf hans til að ljúka undirbúningi grefturunarinnar og uppgötaði að steinklæðningin hafði verið fjarlægð. Að líkami drottins var horfinn. María satt grátandi við gröfina þegar englarnir spurðu hana fyrst og síðan frelsarinn sjálfur. Kona,
Hví grætur þú? Að hverjum leitar þú? Grátandi svaraði hún. Þeir hafa tekið brott drottinn minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Jesú nefndi hana blíðlega með nafni, María. Hún þekkti hann þá og svaraði lotningafull. Rabbúni, meistari. Jesaja spáði frelsarann, sagði hann mun afmá dauðana eilífu, drottinn Guð mun þerra tárin á hverri ásjónu. Upprisa hann gerði það mögulegt að þerra tár Maríu. Hann mun vissulega þurra tár ykkar líka. María var fyrsta vitnið hinn uppristna frelsara. Hún var einnig svo fyrsta sem bar öðrum vitni það sem hún hafði séð. Af auðmýkt bæti ég vitnisburði mínum við vitnisburð Mary. Hann risinn. Jesú Kristur lifir. Að lokum munu allir læknast í honum líkamlega og tilfinningarlega. Meðan við bíðum eftir þeirri lækningu mun trúin á meistaralæknirinn gera okkur andlega heil. Í nafni Jesú Krist. Amen. Brothers and sisters, I'm so grateful to be with you. Bræður og systur, ég svo þakkláttur fyrir að vera með ykkur. Við elskum ykkur, við erum þakklátt fyrir ykkur og okkur finnst við blessuð vegna bæna ykkar. Russell M. Nelson sagði á síðustu aðalráðstefnu: Sjáið þið það sem að gerast fyrir augum okkar? Ég bið þess að við missum ekki af mikilfengleika þessara stundar. Drottinn vissulega að hraða verki sínu. Hraða verki sínu. Að hraða orð sem skiptir máli. Það gefur til kynna að hreyfa sér hratt, auka hraðan og jafnvel eitthvað brýnt. Í vexti kirkjunnar og áætlun Krists verkinu hraðað og við erum öll hluti af því. Í aprílmánuði 1834 í Kirtland, Ohio, safnaði spámaðurinn Joseph Smith öllum prestdæmishöfum saman í lítið skólahús sem var 4,3 metrar á hverja hlið. Við gætum sett tugi slíkra skólahúsa inn í þessa ráðstefnuhöll og ættu menn rými til viðbótar. Joseph Smith sagði: Hér í kvöld sjáið þið aðeins örfáa prestdæmishafa, en kirkjan mun fylla Norður- og Suður-Ameríku. Hún mun fylla alla jörðina. Það loforð að uppfyllast fyrir augum okkar. Kirkja Jesú Krists hinna síðari daga heilugu vex að meðlimum og fjölskyldum, trúboðsvæðum og trúboðum, samkomuhúsum og musterum og að nýskráningu í trúarskóla yngri og eldri deilda og háskólum allan heim. Við erum þakklátt fyrir að vera á jörðinni þegar meðlimafjöldi og áhrif kirkjunar aukast, en mikilvægast hjörtu og líf meðlima hennar. Við erum þekkt sem lærisveina Jesú Krists. Við getum miðlað vitnisburð okkar hann, kirkju hans, hætti hans og sáttmálsveginn hans. Við erum hans fólk og hann frelsari okkar. Ég dáist að því sem Nelson forseti kallar mikilfenglega þessara stundar og tjái djúpstætt þakklæti til drottins fyrir verk hans. Ég hvet okkur öll til að standa upprétt sem lærisveinar hans, sjónarvottar að uppfyllingu spádóma bæði fornra og nútíma. Það eru gagnrýnisraddir sem hrópa: sjá hér og sjá þar, rétt eins og þær gerðu á tíma spámannsins Joseph Smith. Samt sem áður og munu verða fleiri neðanmálstilvísanir í þessari göfuverki. Munið orð Joseph Smith: engin vanheilug hönd fær stöðva framrásverksins. Sannleikur Guðs mun sækja fram óháður, ákveðinn og göfugur. Þar til hann hefur farið hvert meginland, vitjað hvers lands og þrætt hvert hérað og hljómað í hverju eyra, þar til tilgangi Guðs náð og hinn mikli Jehóva segir að verkinu sé lokið.
Í verkefnum mínum þetta árið hef ég verið í fremstu sætaröð til að sjá Drottinn hraða verki sínu. Kirkjan að byggja musteri á óséðum hraða sem gefur fleiri meðlimum tækifæri til að tilbiðja í húsi Drottins. Annað, trúboðsstarf að safna saman með fjölda meðlima í hjörð góða hirðisins Jesú Krists. Og þriðja, menntun í kirkjunni af mismunandi toga nær nýjum og hærri hæðum við kennslu þeirra sem leita Jesú. Í dag hefur kirkjan 367 musteri á ýmsum stigum hönnunar, byggingar eða notkunar. Og í hvaða tilgangi? Svarið skráð á hvert musteri, í heilagleika Drottins. Musteri opna leið að æðstu blessunum sem Faðir okkar á himnum hefur fyrir hvert og eitt okkar. Bræður og systur, við erum að hraða heilagleika okkar. Við lifum verðum musterisins, við tilbiðjum í húsi Drottins, við gerum sáttmála við Guð fyrir okkur sjálf og í þágu ága okkar hinum megin hulunar. Nelson forseti hefur sagt, árásir andstæðingsins aukast gífurlega, bæði að styrk og fjölbreytni. Þörf okkar á að fara reglulega í musterið hefur aldrei verið meiri. Ég sárbæni ykkur að meta það hvernig þið verjið tíma ykkar. Í húsi hans getum við fundið helga nærveru Drottins og frið ofar öllum skilningi. Á síðasta ári naut ég þeirra forréttinda að sjá vígslu Mendoza musterisins í Argentínu. Í boðskap mínum vitnaði ég í spátum öldungs Melvin J. Ballard frá árinu 1926 þess efnis að verk Drottins myndi vaxa hægt tíma í Suður-Ameríku. Eins og eikartré vex hægt af eikarfræi. Það mun ekki þjóta upp á einum degi, en þúsundir muni ganga í kirkjuna og þjóðir Suður-Ameríku munu verða máttarstólpa í kirkjunni. Ég sá þann spádóm uppfyllast fyrir augum mínum. Mendoza, sem eitt sinn var lítið eikarfræ, orðið að mikilfenglegu eikartré. Slíkur vöxtur endurtekinn í meginlöndum og að eyjum úthafs. Við sjáum Drottinn hraða verki sínu á trúboðsvæðum sínum. Árið 2024 þjónuðu 80.000 trúboðar á 450 trúboðsvæðum. Af þeim eru 36 ný trúboðsvæði. Á síðasta ári var trúboðsstarf til þess að gera meiri 308.000 að nýjum meðlimir gengu í kirkjuna. Fyrir utan fjöldan. Það var andi samansöfnunar að færa sálir til Jesú Krist og fagnaðarerindis hans. Ég hugsa postula eins og Brigham Young og Heber C. Kimball sem fóru árið 1839 sem trúboðar til Bretlandseyja. Þeir voru veikir. Þeir skildu eftir veikar og snauðar fjölskyldur. Samt sem áður klifruðu þeir tveir í vagnin og meðan ástvinni þeirra voru enn í sjón, sagði Heber, við skulum rísa á fætur og hrópa húrra fyrir þeim. Þeir stóðu báðir upp með erfiðleikum og hrópuðu, húrra, húrra fyrir Ísrael. Ég sá þennan sama eldmóð í verki Drottins í Lima, Perú, þar sem ég hitti trúboða frá trúboðsskólanum og trúboðum í Lima. Þvílík sjón. Ég sá hröðuna fyrir augum mínum. Þar eru nú 7 trúboðsstöðvar, bara í borginni Lima. Við samkomulok komu trúboðarnir mér sérstaklega óvart. Þeir risu á fætur og hrópuðu, húrra fyrir Ísrael. Ég mun aldrei gleyma þessu augnabliki. Ég óska þess að þið öll geta verið þarna. Fyrir augum mínum voru trúboðar sem höfðu lagt til hliðar það sem heimsins til að þjóna Drottni og hjálpa við að hraða komu hans. Við sjáum Drottinn hraða tækifærin til menntunar fyrir meðlimi okkar og jafnvel þeirra sem eru ekki meðlimir heim allan. Eitt af því sem einkenni kirkjun okkar áhersla okkar á menntun.
Drottinn bauð okkur á fyrri dögum endurreisnarinnar að sækjast eftir fræðslu með námi og einnig með trú. Þetta er að gerast í dag og er verðugt tilefni til þess að hrópa sér húrra. Nú eru 800.000 nemendur heim allan skráðir í trúaskóla, yngri og eldri deilda, metfjöldi skráðra í sögu kirkjunnar. Ungmenni okkar safna saman með ýmsum hætti, frá því á morgnana, yfir daginn og á kvöldin í kennslustundum og á netinu og í heimakennslu. Þau eru máttug og réttlát fylking sem hlýtur styrk hver frá öðru þau læra Jesú Krist, fylgja honum og vitna hann sem son Guðs. Síðastliðið haust talaði ég á trúarsamkomu á leikvangi sem að fullur á trúaskólanemum og foreldrum þeirra við Utah háskóla. Mæting þeirra sagði mikið þrá þeirra til að þekkja og fylgja Jesú Kristi. Boðskapur minn til þessara nemenda var skýr. Gefið Drottni jafn mikinn tíma. Ég leiðbeiti þeim að jafna nám þeirra saman við sannan og æðri lærdóm, jafnvel lærdóm son hins lifandi Guðs. Ég bið þess sama af öllum í dag. Hvað svo sem er á verkefnalistanum? Gefið Drottni jafnan tíma, ekki afgangstíma, fyrir persónulegt ritningarnám, fjölskyldunám í kom fylg þú mér, bænir, kallanir, þjónustu, viðtöku sakramentisins, tilbeiðslu í musterinu og til íhugunar þess sem frá Guði er. Drottinn okkar og frelsar hefur sagt, lærið af mér, og þá munu þér finna hvíld í sálum yðar. Takið hann og orðinu, gefið honum jafnmikinn tíma. Russell Nelson forseti sagði, ég bið ykkur að láta Guð ríkja í líf ykkar. Gefið honum sanngjarnan hluta af tíma ykkar. Þegar þið gerið það, takið það eftir því sem gerist varandi jákvæðan, andlegan skriðþunga ykkar. Við sjáum þennan skriðþunga byggjast upp í trúaskóla, yngri og eldri deilda og í háskólum kirkjunar. Í því umhverfi er Drottinn í forgangi. Það ætti hann að vera í lífi hvers og eins okkar. Annar vettvangur sem sýnir vöxt menntunar í kirkjunni er BYU Pathway námsleiðin. Allan heim og skráningar nánast 75.000 og þeim heldur áfram að fjölga hratt. Flestir eru meðlimir og meira en þriðjungur er í Afríku. Pathway snýst aðgang að menntun. Að ljúka námskeiðunum þýðir aðgang að atvinnu og aðgangur að atvinnu þýðir betra líf fyrir fjölskyldur og fleiri tækifæri til að þjóna Drottni. Þegar ég var að hitta stikulitóga í Úganda, komst ég að því að allt stikuforsættisráðið var skráð í BYU Pathway. Því betur undirbúin sem við erum stundlega og andlega, því meira getum við komið í veg fyrir lævísar árásir andstæðingsins. Munið orð Péturs, djöfullinn gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur tortímt. Ég geri mig grein fyrir því að mitt í gleðufréttunum fagnaðarerindið eru þeir sem berjast, sem hafa trúar áskoranir, efasemdir og spurningar sem verast engin svör vera við. Bræður og systur, Jesús Kristur er svarið. Byrjið með honum. Leitið að hönd hans í lífi ykkar. Hlustið á hann. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist, sagði hann á síðustu stundu sínum við lærisveina sína fyrir Getsemani, áður en hann bar krossin götu Jerúsalem fyrir Golgata, þar sem hann fullgerði friðþægingafórn sína, sem einungis hann, hinn eingetni sonur Guðs, gat gert. Vitið að hann skilur. Hann tók sjálfur á sig allar okkar syndir, mistök, vansæld og mjög slæma daga, svo við mættum lifa aftur með föður okkar á himnum í eilíðinni. Hann sagði, beinið öllum hugsunum í það til mín. Efist ekki, óttist ekki. Trú á Jesú Krist megnar að lyfta ykkur upp og lækna sárar sálir ykkar. Treystið honum og þið munur hraða ykkur aftur í elskandi arma hans. Ég ítreka orð okkar lifandi spámanns. Sjáið þið það sem er að gerast fyrir augum okkar.
Ég bið þess að við missum ekki af mikilfengleika þessara stundar. Drottinn að hraða verki sínu. Megum við lærisveinar okkar tíma hrópa húrra fyrir Ísrael þegar við undirbúum komu Drottins okkar og frelsara. Nafni Jesú Krists. Amen. Við merki frá bróður Murphy bjóðum við ykkur að taka undir með kórnum í söngnum á háum fjallsins Núk. Að söngloknum hlýðum við á öldung Quentin L. Cook í 12 pósturasveitinni og öldung Ricardo P. Jimenez af hinum 70. Að þeim loknum kóri syngja God is Love. Henry B. Eyring forseti, annar ráðgjafi í forsætisráðinu, verður lokaræðumaður þessa ráðstefnuhluta. Eftir að Eyring forseti hefur lokið máli sínu með kóri syngja og kom þú örugg herrans heilög sveit. Lokabæn flytur síðan öldungur Jorge F. Ceballos af hinum 70. This is the Saturday morning session of the 195th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Þetta útsending morgunhluta laugardags 195. fyrri aðalráðstefnu kirkju Jesú Kristi síðari daga heiluga. The atonement of Jesus Christ provides the ultimate rescue from the trials we face in this life. President Russell M. Nelson Friðþæging Jesú Krists veitir fullkomna björgun frá þeim raunum sem við stöndum frammi fyrir í þessu lífi. Russell M. Nelson forseti fól mér að vígja Kasper Mösteri í Wyoming seint á síðasta ári. Það var djúpstæð tilfinningaþrungin og andleg reynsla. Hún varpaði skýru ljósi á hlutverk Möstera við björgun barna Guðs fyrir tilstalli friðþæginga frelsarans. Stikur Kasper Mösterisins í Wyoming ná meðal annars yfir hluta þeirra slóða sem landnemar síðari daga heilagra ferðuðust eftir milli 1847 og 1868.
Í undirbúningi fyrir vígslu musterisins las ég aftur söguslóðurnar meðfram Platt áni, nálægt Kasper og áfram til Saltvatnsborgar. Slóðin hafði verið farin af 100.000 vestrænna innflytjanda. Megin áhersla mín voru þeir rúmlega 60.000 brauðdryðjendur síðari daga heilagra sem ferðuðust slóðina. Flestir brauðdryðjenda okkar koma á vögnum en 3.000 fóru yfir slétturnar í 10 handvagna hópum. 8 þessara handvagna hópa ferðuðust þessa stórbrotnu leið með ótrúlegum árangri og fáum dauðsföllum. Handvagna hópar Viljis og Martins árið 1856 voru undantekning þar á. Ég las frásagnir handvagna hópa Viljis og Martins frá þeim tíma hinn hræðilegu veðurskilyrði hófust. Ég var mjög kunnugur þeim áskorunum sem þau stóðu frammi fyrir við að fara yfir Sweetwater ána, Martins Cove, Rocky Ridge og Rock Creek Hollow. Ég hafði ekki komið í Kasper musterið fyrir vígsluna. Þegar ég kom inn í andirið beindist aklinn mín strax að upprunalegu handvagnamálverki sem bar titilinn Milli storma. Málverkinu var augljóslega ekki ætlað að lýsa þeim hörmungu sem hefði átt sér stað. Þegar ég horfði á það, hugsaði ég, þetta málverk réttmætt. Mikill meirihluti brauðdryðjenda með handvagna upplifði ekki hörmungar. Ég komst ekki hjá því að finnast þetta vera eins og lífið almennt. Stundum erum við á milli storma og stundum skiptast á ský og sólskin. Þegar ég sneri mér að upprunalega málverkinu á hinu veggnum sem bar nafnið Gáttir himins, var mér ljóst að þetta fallega sumarmálverk af því sem kallað var Devil's Gate, með kyrrlátri og tærri Sweetwater ánni sem flæðir gegnum það, sýndi fegur sköpunarverk drottins. Ekki bara þær áskoranir sem brauðdryðjendurnir stóðu frammi fyrir á þessum hræðilega vetrartíma. Ég horfði síðan fram á við að baki meðmælaborðsins og sá fallega mynd af frelsaranum. Þetta vakti strax yfirþyrmandi þakklætis tilfinningar. Í heimi mikillar fegurðar eru einnig gríðarlegar áskoranir. Þegar við snúum okkur til Jesú Krists, frelsara heimsins, þá bjargar hann okkur úr stormum lífsins með friðþægingu sinni í samræmi við áætlun föðurins. Mér fannst andrið fullkomin aðdragandi að helgi athafna herbergi musterisins sem gera okkur mögulegt að taka á móti helgi athöfnum upphafningar, gera helga sáttmála og taka fullilega á móti og upplifa blessanir friðþæginga frelsarans. Sælu áætlun föðurins byggir á björgun friðþægingar frelsarans. Reynsla brauðdryðjendanna veitir síðari daga heilugum einstakan sögulegan bakgrunn og áhrifamikla sameiginlega andlega arfleifð. Hjá sumum hafi þetta verið á margra ára ferli búferlaflutninga eftir að hafa verið hraktir með valdi frá bæði Missouri og Nauvoo. Hjá öðrum hófst ferlið eftir að Brigham Young forseti tilkynnti handvagna áætlunina sem var ætlað að gera flutningin viðráðanlegri. Handvagnarnir kostuðu miklu minna en vagnar og dráttarnaut. Þegar handvagna áætlunin var kynnt, sagði Millen Atwood trúboði í Englandi. Hún barst eins og eldur í sinu og hjörtu hinna fátæku heilugu tóku kippa gleði og fögnuði. Margir höfðu beðist fyrir og fasta dag eftir dag og nótt eftir nótt að njóta þeirra forréttinda að sameinast bræðrum sínum og systrum í fjöllunum. Flestir hinna heilugu með handvagnana upplifðu erfiðleika en komust hjá meiriháttar hörmungum. En 2 handvagnahópar, hópur Viljis og hópur Martins, tókust á við hungur og vorspúð og dauðsföll urðu mörg. Flestir þessara ferðalanga höfðu siglt frá Liverpool og Englandi í maí 1856 með 2 skipum. Þeir komu að handvagnasvæðinu í Iowa City í júní og júlí. Þrátt fyrir aðvaranir lögðu báðir hóparnir of seint af stað til Saltvatnsdalsins fyrir veturinn. Brigham Young forseta var fyrst kunnugt hinna háskalegu stöðu þessara hópa 4. október 1856.
Daginn eftir stóð hann frammi fyrir hinu heilugu í Saltvatnsborg og sagði: Margir bræðra okkar og systra eru á sléttunum með handvagna og það verður að flytja þá hingað. Við verðum að senda aðstoð til þeirra áður en vetur gengur í garð. Hann bað biskupana að útvega 60 múldýrateymi, 12 eða fleiri dráttarvagna og 12 tonna af hveiti og hann lýsti yfir: Farið nú þegar og sækið þetta fólk á sléttunum. Samanlagður fjöldi brautryðjenda handvagnahópa Willi og Martins var 1100 manns. 200 þessara dýrmætu heilagra dóu á slóðinni. Án þessara tímabæru björgunaraðgerða hefðu miklu fleiri farist. Vetrarstormarnir hófust næstum 2 vikum eftir að fyrstu björgunarmennirnir héldu frá Saltvatnsborg. Frásagnir þeirra sem voru í hópum Willis og Martins lýsa hræðilegum áskorunum eftir að stormarnir hófust. Þessara frásagnir lýsa líka þeirri miklu gleði þegar björgunarmenn náðu til þeirra. Mary Hurren lýsti komunni og sagði: Tá streymdu niður kinnar karlmannanna og börnin dönsuðu af gleði. Leið og fólkið hafði aftur náð stjórn á eigin tilfinningum, kraup það allt í snjónum og færði Guði þakkir. 2 dögum síðar þurfti hópur Willis að ferðast erfiðasta hluta slóðarinnar yfir Rocky Ridge í nístingsköldum stormi. Þeir síðustu komu ekki í búðirnar fyrir klukkan 5 morguninn eftir. 13 manns lést og voru grafnir í sameiginlegri gröf. Þann 7. nóvember nálgaðist hópur Willis Saltvatnsdalinn, en þann morgun létust 3 til viðbótar. 2 dögum síðar komst hópur Willis loks til Saltvatnsins, þar sem fólki hlaut dásamlegar viðtökur og var boðið velkomið á heimili hinu heilugu. Þennan sama dag var hópur Martins enn tæplega 500 kílómetra í burtu á slóðinu og hélt áfram að þjást af kulda og vosbúð og matarskorti. Nokkrum dögum áður höfðu þau farið yfir Sweetwater ána og komið að þeim stað sem nú kallað Martinskóf, þar sem þau vonuðust eftir skjóli frá náttúruöflunum. Einn af brautryðjendunum sagði: Þetta var versta ár yfirferð leiðangursins. Sumir björgunarmanna eins og langafi minn, David Patton Kimball, sem það var aðeins 17 ára, og ungir vinir hans George W. Grant, Alan Huntington, Stephen Taylor og Ira Niebacher voru margar klukkustundir í kaldu á vatninu og hjálpuðu hópnum hetjulega að komast yfir Sweetwater ána. Þótt þessir atburðir hefðu fangað athygli mína var mér ljóst, eftir því sem ég lærði meira björgunarmennina, að þeir fylgdu allir spámanninum, áttu stóran þátt í að bjarga þeim heilugu sem voru í sjálfheldu. Allir björgunarmennirnir voru hetjur sem og ferðalangarnir. Þegar ég kynnti mig sögu þeirra hreifst ég að hinum dýrmætu samböndum og viðvarandi eilífri sýn meðal ferðalangarna. John og Maria Limford og 3 synir þeirra voru í hópi Willi. John lést nokkrum klukkustundum áður en fyrstu björgunarmennirnir náðu til þeirra. Hann hafði tjáð Maríu að hann væri feginn að þau höfðu lagt í leiðangurinn. Ég mun ekki lifa það að komast til Saltvatnsdalsins, en þú og drengirnir munið gera það og ég hef enga eftirsjá yfir því sem við höfum upplifað. Ef drengirnir okkar fá vaxið úr grasi og alið börn sín upp í Síón. James E. Faust forseti veitti þessa dásamlegu samantekt. Af hetjulegu afreki brautryðjandanna með handvagnana lærum við mikinn sannleika. Allt verður að fara gegnum hreinsunar eld svo hið ómerkilega og lítilvæga í lífi okkar ná að leysast af eins og sorri og trú okkar verið skínandi, heil og sterk. Svo virðist sem sérhver upplifir fullan mæli sálarkvala og sorgar og oft mikinn harm. Líka þau sem einlæglega leitast við að gera rétt og vera trúföst. En hluti af hreinsunni að geta kynst Guði. Í eilíðar mótandi friðþægingu sinni og upprissu rauf frelsaran helsi dauðans, vann sigur á dauðanum fyrir alla. Fyrir þá sem hafa iðra synda sinna hefur hann tekið á sig misgjörði þeirra og afbrot og þar með endurlaust þau og fullnægt kröfum réttvísinna. Án friðþægingarinnar fáum við ekki frelsað okkur sjálf frá synd og dauða.
Þótt synd geti spilað mikilvægt hlutverk í raunum okkar, þá verður andstreymi lífsins meira vegna mistaka, slæmra ákvarðana, ilskuverka annara út af mörgu sem við höfum ekki stjórn á. Góða fagnaðarerindi mitt kennir. Þegar við treystum á Jesú Krist og fríþægingu hans, getur hann hjálpað okkur að takast á við prófraunir okkar, sjúkdóma og sársauka. Við getum fyllst gleði, friði og huggun. Hvað eina sem ósanngjarnt í lífinu hægt að færa rétta skorður fyrir fríþægingu Jesú Krists. Á þessari páskahátíð einblínum við á frelsarann og friðþægingafórn hans. Friðþægingin veitir von og ljós á tíma sem mörgum virðist virkur og drungalegur. Gordon B. Hinckley forseti lýsti yfir. Þegar öll mannkynssagan sögð ekkert svo dásalegt, svo tignarlegt, svo stórkostlegt þetta náðarverk. Ég miðla 3 tillögum sem ég held að eigi sérstaklega við okkar tíma. Í fyrsta lagi ekki vanmeta mikilvægi þess að gera það sem við getum til að bjarga öðrum frá líkamlegum og einkum andlegum áskorunum. Í öðru lagi, takið á móti friðþægingu frelsarans af þakklæti. Við ættum öll að kappkosta að sýna gleði og hamingju, jafnvel þegar við stöndum fram fyrir áskorunum lífsins. Markmið okkar ætti að vera bjartsýn, sólarmegin götunnar. Ég hef fylgst með dýrmætum förum naut mínum Mary gera þetta allt hennar líf. Ég hef hrifist af glaðlegu og upplyftandi viðhorfi hennar. Jafnvel þegar við höfum staðið frammi fyrir vandamálum í áranna rás. Í þriðja lagi sú leiðsögn mín sú að þið taki frá tíma til að íhuga af kostgæfni friðþægingu frelsarans. Það hægt að gera á marga vegu í persónulegri trúariðkun okkar. Einkar mikilvægt þó að mæta á sakramentssamkomu og meðtaka sakramentið. Jafnvel mikilvægt regluleg musterisókn, þar sem hún möguleg. Musteri viðheldur minningu friðþægingu frelsarans og því sem hún fær sigrast á. Og það sem jafnvel enn mikilvægara að musterisókn gerir okkur mögulegt að sjá látnum ástvinum okkar og fjarlægum áum fyrir andlegri björgun. Á síðustu ráðstefnu lagði Russell M. Nelson forseti áherslu á þessa reglu og bætti við. Musterisblessanir hjálpa við að undirbúa fólk sem mun hjálpa við að búa heiminn undir síðari komu drottins. Við megum aldrei gleyma fórnum og fordæmi fyrir kynslóða. En aðdáun okkar, þakklæti og tilbeiðsla ætti að snúast frelsara heimsins og friðþægingarfórn hans. Ég ber vitni að lykillinn að sálu áætlun föðurins friðþægingin sem frelsarinn Jesús Kristur gerði að veruleika. Hann lifir og leiðir kirkju sína. Friðþæging Jesú Krists veitir fullkomna björgun frá þeim raunum sem við stöndum frammi fyrir í þessu lífi. Í nafni Jesú Krists. Amen. Hafið einhvern tíma tekið eftir að áskæri forseti Russell M. Nelson sífellt að bjóða okkur að gera eitthvað? Það kemur ekki á óvart. Hann hefur boðið okkur að kynna okkur og ígrunda boðskapinn sem gefur að síðustu 2 ráðstefnum. Í apríl 2024 sagði hann: Ég vona að þið muni stöðugt læra boðskap þessari ráðstefnu á komandi mánuðum. Í október 2024 sagði hann síðan: Ég hvet ykkur til að læra boðskap hennar. Notið hann sem prófstein á hvað satt og hvað ekki yfir næstu 6 mánuði. Þessi boð geta bæst við spámannleg boð sem við fengið alla ævi. Þar með talið og sérstaklega þau sem við höfum hlotið undanfarin ár. Okkur gæti fundist eða haldið að þessi boð séu enn einn hluturinn sem við þurfum að bæta við verkefnalist okkar. Einfaldlega vegna þess okkur var boðið það eða við beðin að gera það. En gæti eitthvað meira verið í gangi. Ég íhugaði þetta og öll þau boð sem við fengum, mundi ég eftir nokkru sem ég lærði og ákvað fyrir löngu. Ég að reyna að gera þessa hluti sem eru mikilvægi fyrir mig, að því ég elska hann. Ég elska frelsaran okkar. Þetta raunverulegasta og öflugasta ástæðan fyrir því sem
að ég geri það sem ég geri og viðtækt þessu þetta, elska mín til ykkar, meðbræðra minna og systra. Sem bróðir ykkar vona ég þið muni íhuga orð mín sem einlægt boð til að leitast við að skilja tækifærið og tengja allt sem við gerum við elsku okkar til frelsarans. Að gera þetta með hjálp okkur að skilja þau raunverulega hvers vegna að baki allt sem við gerum sem læri sinna frelsarans. Þetta með hjálp okkur að styrkja sáttmálssamband okkar við Guð, skilja guðlegan og eilífa sannleika hans. Eilífan og algjöran sannleika hans sem mun aldrei breytast. Eilífur sannleikur eins og því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Það athyglisvert að stundum vegna sem við höfum stöðugt gert hluti upp að því marki að þeir hafa breyst í hefðir, leifum við þessum hefðum eða athöfnum að ráða viðleitni okkar til að byggja upp trú á Jesú Krist. Það virðist sem við gerum þessa hluti vegna sem við höfum gert það í mörg ár, án þess að huga að áhrifum þeirra á sáttmálssamband okkar við frelsarann. Í okkar heimi einbeitum við okkur venjulega því sem við gerum og ljúkum stöðugt verkefnum og náum markmiðum. Í þessu umhverfi gefst okkur það tækifæri að fara handan þess að gera bara hluti eða ná markmiðum, með því að skilja hvers vegna við erum að gera þá, sérstaklega á hinu andlega sviði. Ef við fáum skilið og tengt við að ástæðan að baki eigin breytni tengist elsku okkar til frelsarans og himnesföður okkar og með því að nýta þessi tækifæri munum við skilja að jafnvel með því að gera réttláta hluti eins og að hafa kirkjulegar athafnir eða hefðir og það gott að gera þar á viðandi hátt. Þegar við tengjum þær við hvers vegna, þá verðum við blessuð til að skilja ástæðina. Þetta mun ekki bara vera að gera góða hluti eða gera þá rétt. Við erum líka að skilja þá rétt. Til dæmis, þegar setjið ykkur það markmið að lesa ritningarnar, fara með einlega bænir eða undirbúa verkefni fyrir fjölskyldu ykkar eða deild, þá raunverulega markmiðið einfaldlega að ljúka þessum verkefnum eða eru þessar aðgerðir leiðin, verkefni sem þið hafið til umræða til að ná hennu sanna markmiði. Tilgangurinn bara að vera með starfsemi vegna sem við höfum gert það í mörg ár og haka svo í reitin að við höfum lokið í? Eða, enn og aftur, eru þessar leiðir sem við notum til þess að gera til að læra, finna fyrir og tengjast frelsaranum. Við sannlega ekki miskilja ormin að hafa starfsemi og hefðir eða setja sér markmið og vinna hörðum höndum að því að ná þeim. Það ekkert að þessu. Ég býð ykkur hins vegar að opna hjörtu ykkar og huga fyrir tækifærinu fyrir blessun að skilja hvers vegna við gerum þessa hluti og hvernig við ykkur trú okkar. Gott dæmi kristmiðar hefðir áskorunum sem Darlin H. Oaks forseti lagði fyrir okkur í nafni æðsta forsetisráðsins. Oaks forseti sagði, þegar við göngum inn í þetta nýja ár, skulum við búa okkur undir páskahátíð friðþægingarfórnar Jesú Krists. Sama hverju aðri trúa eða gera, ættum við að fagna upprisu lifandi frelsar okkar með því að rannsaka kenningar hans og hjálpa til við að koma á páskahefðum í samfélaginu í heild, sérstaklega innan okkar eigin fjölskyldu. Eins og þið sjáið þetta ekki bara boð til þess að hafa hefðir. Þess í stað notum við þessar hefðir sem leið til þess að læra meir frelsaran og muna eftir upprisu hans. Því meira sem við tengjum ástæðina við elsku okkar til frelsarans, því meira getum við fengið að því sem við þurfum eða leitum að. Nelson forseti sagði, hvaða spurningar eða vandamál sem þið hafið, þá svarið alltaf að finna í lífi og kenningum Jesú Krists. Og hann bætti við boði sínu. Læri meira friðþægingu hans, kærleika hans, miskunn hans, kenningu hans og hið endurreista fagnaðarerindi hans til lækningar og framþróunar. Komið til hans, fylgið honum. Ígrindi þetta í hjörtum ykkar og huga. Haldið þið að boð Nelsons forseta hefur þann tilgang að hjálpa okkur að útbúa gátlista þar sem við söfnum upp meir og meiri þekkingu og ljúkum verkefnum svo við getum merkt upp boð hans á verkefnalistanum okkar? Eða hann að bjóða okkur að ígrunda þessara eilífu sanninda og meginregla sem tækifæri til að skilja hvers vegna og tengja sáttmálselsku frelsarans til okkar við ævilangt ferðal okkar sem lærisveina.
Leyfðu mér að útskýra grundvallar atriði sem ég að koma á framfæri. Síðan þegar ég búinn að búið strika yfir það verkefnalistanum án þess að gera nokkuð annað í það sem ég las. Ég skil að þetta sé nokkuð yfirdrifið, en það ekki úr takti við raunveruleikann. Líklega eru mörg okkar einhver staðar á milli þessum tilvalið. Boðið að læra og ígrunda boðskapinn frá aðalráðstefnunni og nota hann til þess að ákvarða og skilja hvað við getum gert, hvert og eitt okkar, til að betrumbæta okkur. Þegar við tökum boðun og skiljum hvers vegna, munum við hafa fleiri tækifæri til að komast nær frelsaranum, til að skilja að hvers vegna þess að ég elska frelsaran vil ég læra meira hann en því að rannsaka orð lifandi spámanna og vegna þess að ég elska náungan vil ég deila kennslu spámanna sjáanda og opinbera með öðrum og byrja á mínum nánustu. Í báðum tilvikum eru það að gera réttláta hluti. Í einu virðist markmiðið vera að beita þeim leiðum sem himnesku faðir og frelsarinn hafa gefið okkur, sem eru skilaboðin sem miðlaðir á aðalráðstefnunni. Önnur útgáfan felur í sér þá djúpstæðu blessun að öðlast innsýn í undirliggjandi ástæður sem býður upp á leið til að skilja eilífa sannleika og blessanir sem lofað öllu sem gera kenningar og líf frelsar okkar Jesú Krist að þungamiðju lífsins. Kæru bræður og systur, ég vona að þið getið fundið og séð mikilvægi þess að tengja gjörðir okkar við kærleika okkar til frelsarans. Í hnattrænum heimi munu margar raddir reyna að hafa áhrif á ykkur og ef mögulegt leið ykkur til að trúa því að sum grundvallar sannindi endurreista fagnaðarins Jesú Krist séu óþörf og byrja þeir á þeim mikilvæga sannleika hvað þörf séu að endurreisna þessum síðustu dögum. Þar á meðal nauðsyn þess að hafa ríki Guðs á jörðu með endurreistri kirkju Jesú Krist sem síðari daga heilugum. Við gætu heyrt raddir sem krefjast þess aðeins persónulegt samband eða skilningu við frelsarann sé nægjanlegt og að trúarbrögð eða hin endurreista kirkja séu óþörf eða ónauðsynleg. Ég býð ykkur að vera sein til að íhuga þessar villandi hugmyndir og jafnvel vera ónæm fyrir áhrifum frá þeim og vera fljótari að muna eftir því sem frelsarinn hefur verið að segja og kenna okkur frá fornu fari. Að byrja á kærleika himnes föðurs og Jesú Krist til okkar og tengja kærleika okkar til þeirra sem ástæða til að fylgja þeim. Guð faðirinn og sonur hans Jesú Kristur stigu niður í dýrð og tölu til Jósef Smith og boðuðu þar með upp á ráðstöfunarinn í fyllingu tímana, ríki hans á jörðu. Því kirkja Jesú Krist hina síðari daga heilugu sú leið sem himnesku faðir kom á fót til þess að hafa aðgang að sáttmálum sem gera okkur kleift að snúa heim. Því þurfum við að hafa meir en bara persónulegt samband við himneska föður og sonans. Við þurfum að gera nauðsynlegar helgiathafnir prestamisins til að gera þá sáttmála. Þetta kemur á sáttmálssambandi við þá og veitir aðgang að sáttmálselsku þeirra, sem gerir það mögulegt að ná hæsta dýrðaríkinu, sem undirbúið fyrir þá sem eru sannir og trúfastir í sáttmálu sínum. Með gjörvöllum styrk sála minnar ber ég vitni raunveruleika og guðleika frelsar okkar Jesú Krist. Hann elskar ykkur. Hann veit hvað að gerast í lífi ykkar. Með faðminn opinn býður hann okkur: komið til mín og ég mun veita yður hvíld. Ég elska frelsaran og elska mín til hans mitt hvers vegna. Í nafni Jesú Krist. Amen. And
My dear brothers and Kæru sisters, bræður og systur, it is a joy það með gleði efni að vera með ykkur á þessari ráðstefnu Kirkju Jesú Krists hina síðar í daga the heilags. Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. This is, Þetta hans kirkja. we are Við gathered erum saman komin í byggingum og heimilum allan heim í hans nafni. in His name. We take Við His tökum á okkur nafn hans þegar við komum í ríki hans His kingdom by covenant. með sáttmála. He is Hann hinn uppreisni og dýrlegi sonur Guðs. Son of God. Við erum jarnesk, Mortals, háð syndum og dauða. yet Samt, in His í love, kærleik sínum til hvers og eins the okkar Savior invites býður frelsarinn okkur að koma nær sér. to Him. Here is His Þetta invitation boðið hans til okkar. to us. Draw Nálgist near mig unto me, og ég mun and I will nálgast draw near yður. unto you. Leitið mín af kostgæfni og þér munið finna mig. Find me. Ask, Biðjið and ye shall og yður mun gefast. knock, Knýið á and it shall og be fyrir yður mun upplokið verða. opened unto you. There are times Stundum finnum við fyrir nálægð frelsarans Jesú Krists. Jesus Christ. And yet sometimes Samt gætum við stundum fundið fyrir fjarlægð frá honum í jarneskum prófraunum okkar from Him og þráð and wish fullvissu assurance að hann viti that He's hvað býr í hjörtum okkar og elskar okkur sem einstaklinga. individuals. The Savior Og frelsarans includes felur í sér the leiðina way to feel that til að assurance. skynja þá fullvissu. Draw near Him by always Nálgist hann með því að hafa hann ávallt í huga. Him diligently. Leitið hans af kostgæfni með ritningarnámi. Ask Biðjið í innilegri bæn til himners föður til að komast nær áskærum to His síni hans. beloved Son. That there is a simple Það einföld way leið to think til about að hugsa það. it, is what you would do Það það if sem you were þið myndu separated gera from time. ef þið værið aðskilin frá kærum vinum tíma. You would find a way Þið myndu finna to leið communicate til with að them. eiga samskipti við þá. You would cherish Ykkur myndi þykja vænt öll skilabóðin sem þið fenguð frá þeim. and you would do all you Þið could. mynduð einnig gera allt sem þið gætu til að hjálpa þeim. The more that happened, Því meira sem the gerðist, longer it lasted, því lengur sem það the varði, deeper því the dýpri bond of affection, myndu tengsl ástúðar and you would styrkjast feel og yourself þið myndu finna ykkur drawing nálgast hann enn meira. If much time Ef passed langur tími without liði án þessara langþráðu samskipta and the opportunity og to help, tækifæra til að hjálpa hvert the öðru, bond would weaken. myndu tengslin veikjast. Jesus Christ loves Drottinn elskar hvert og eitt okkar. He offers that Hann opportunity býður okkur upp á að tækifæri að komast nær honum. as with a loving Þið munu líkt og með kærleysríkan vin gera það á svipaðan hátt prayer to Heavenly með því að eiga samskipti í bæn við himneskan föður í nafni Jesú Krists og hlusta eftir dýrmætri leiðsögn Heilags Anda og þjóna öðrum others af gleði for the Savior fyrir frelsaran. Soon Þá you would feel that myndu þið finna þá blessun of drawing að koma nær honum. him. In my youth Í ungdómi mínum upplifði ég gleðina af því að koma nær frelsaranum to the Savior og að hann and of His kæmi nær mér, me einfallega með því of að obedience hlýta boðorðum hans. commandments. Þegar ég var ungur var sakramenti veitt á kvöldsamkomu. During an evening meeting. Ég man enn eftir tilteknu kvöldi fyrir meira en 75 árum, 75 þegar myrkur var og kalt var úti. and cold outside. I remember Ég man eftir tilfinningu ljós og hlýju. Mér var ljóst realized that I had kept the command að ég hefði haldið boðorðið að koma saman með hennum heilugu til að meðtaka sakramenti coveting with our og gera sáttmála við himneskan föður always remember að hafa ætíð son hans í huga and keep og His halda command. boðorð hans.
Við lok samkomunnar sungum við sálminn Ó drottinn, hjá mér dvel í nótt. Með eftirminnilegum orðunum ver nær mér Guð í nótt. Þessi orð vöktu með mér yfirgnæfandi tilfinningu fyrir andanum. Jafnvel þegar ég var ungur drengur. Ég fann kærleika frelsarans og nærveru hans þetta kvöld, gegnum huggun heilags anda. Mörgum árum síðar langaði mig að vekja aftur sömu tilfinningar kærleika frelsarans og nálægðina sem ég hafði fundið við frelsaran á þessari sakramenti samkomu á ungdómsárum mínum. Svo ég hélt því annað boðorð og kannaði ritningarnar. Í Lúkasar guðspjalli las ég 3. daginn eftir krossfestingu hans og greftrun. Þegar trúfastir þjónar hefðu komið til að smyrja líkama frelsarans og kærleika til hans, og þegar þær komu, sáu þær að steininum hafði verið velt frá gröfinni og að líkami hans var þar ekki. Tveir englar stóðu þar hjá og spurðu hvers vegna þær væru hræddar og sögðu: Hví leitið þér hins lifanda meðal dauðra? Hann ekki hér, hann uppi risinn. Minnist þess hvernig hann talaði við yður meðan hann var enn í Galilíu. Hann sagði að mannssonurinn skyldi framseldur verða í hendur syndura manna og krossfestur en rísa upp á 3. degi. Og þær minntust orða hans. Þarna kvöldið gengu tveir lærisveinar frá Jerúsalem veginn til Emmaus og hinn uppristu drottinn birtist þeim og hann gekk með þeim. Guðspjall Lúkasar leyfir okkur að ganga með þeim þetta kvöld. Og þá bar svo við, þeir voru að tala saman og ræða þetta, að Jesús sjálfur nálgaðist þá og slóst í för með þeim. Augu þeirra voru blinduð og þeir þekktu hann ekki. Og hann sagði við þá: Hvað það sem þið ræðið svo mjög á göngu ykkar? Og annar þeirra, Keafoss að nafni, sagði við hann: Þú ert víst sá eini aðkomumaður í Jerúsalem sem veist ekki hvað þar hefur gerst þessa dagana. Þeir sögðu honum frá því hve daprir þeir væru yfir að Jesús hefði dáið, þegar þeir hefðu treyst því að hann myndi verða lausnari Ísraels. Það hlýtur að hafa verið ástúð í málrómi hins uppristna drottins þegar hann talaði við þessa 2 sorgmætu og syrgjandi lærisveina. Þegar ég hélt áfram að lesa, birtust þessi orð sem yljuðu hjarta mínu, rétt eins og mér hafði fundist sem lítill drengur. Þeir nálguðust nú þorpið sem þeir ætluðu til, en hann lét sem hann vildi halda lengra. Þeir lögðu þá fast að honum og sögðu: Vertu hjá oss, því að kvölda tekur og degi hallar. Og hann fór inn til að verja með þeim tíma. Frelsarinn þáði kvöld þetta boðið að fara í hús lærisveina sinna. Hann settist að snæðingi með þeim
Hann tók brauð í hendur sér og blessaði það, braut og gaf þeim. Augu hans lukust upp og þeir þekktu hann. Síðan hvarf hann þeim sjónum. Lúkas skráði fyrir okkur tilfinningar þessara blessuðu lærisveina. Og þeir sögðu hvor við annan. Brann ekki hjartað í okkur, meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk fyrir okkur ritningunum. Lærisveinarnir tveir fóru þá aftur til Jerúsalem til að segja postulunum 11 frá því sem hafði gerst. Þegar þeir miðluðu upplifun sinni, birtist frelstarinn aftur. Hann stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá, friður sé með yður. Hann fór þá yfir spádómana hlutverk sitt við að friðþægja fyrir syndir allra barna föður síns og að rjúfa bönd dauðans. Og hann sagði við þau, svo skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á 3. degi og að prédika skuli í nafni hans öllum þjóðum að taka sinnaskiptum og þiggja fyrirgefningu synda og hefja það í Jerúsalem. Eins og þessir elskuðu lærisveinar þá hafið þið valið að fara inn hliðskýrnar. Eins og þessir lærisveinar hans undir sáttmála að vera vitni frelsarans og annast hina þurfandi í okkar jarðneska lífi. Þessi skuldbinding var okkur gerð ljós með Alma, spámanni Mormonsbókar, fyrir mörgum öldum við Mormonsvatn. Þar sem þið þráið að komast í hjörð Guðs og kallast hans líður og eruð fús til að bera hvers annars byrðar svo að þær verði léttar. Já, og eruð fús að syrgja með syrgjendum. Já, og hugga þá sem huggunar þarfnast og standa sem vitni Guðs alltaf, í öllu og allstaðar, hvar sem þið kunnið að vera. Allt til dauða, svo að Guð megi endurleysa ykkur og að þið megið öðlast eilíft líf. Þegar þið eru trúföst þessum fyrirheitum, munið þið komast að því að Drottinn heldur lofar sitt að vera eitt með ykkur í þjónustu ykkar, létta byrðar ykkar. Þið munið kynnast honum og smám saman verða eins og hann og fullkomnast í honum. Með því að hjálpa öðrum munið þið finna að þið komist nær honum. Mörg ykkar eigið ástvini sem hafa vilst út af veginum til eilífs lífs. Þið velti fyrir ykkur, hvað meira getið þið gerst til að fá þau tilbaka? Þið getið treyst á Drottinn, að hann mun nálgast þau þegar þið þjónið honum í trú. Þið munið kannski eftir loforði Drottins sem hann gaf Jósef Smith og Sidney Wrighton þegar þeir voru fjarri fjölskyldum sínum í erindagjörðum hans. Vinir mínir, Sidney og Jósef. Fjölskyldum yðar líður vel, þær eru í mínum höndum og ég mun fara með þær eins og ég tel best, því að allt vald er mér gefið.
as you bind Þegar up þið búið sár hinna þurfandi, mun kraftur Drottins styðja ykkur. Armar hans verða útbreiddir með ykkar örmum to succor til að veita liðsinni og blessa börn okkar himneska föður. every Allir sáttmálsþjónar Jesú Krists Jesus Christ will muni hljóta leiðsögn hans the Spirit þegar þeir blessa og þjóna öðrum and fyrir serve hann. others for him. Then Þá munu þeir skynja kærleika hans Savior's love og gleðjast yfir því joy að komast nær honum. closer to him. I am Ég vitni upprist Drottins eins öruglega as surely og ef ég hefði verið þar with the two þetta sama in kvöld the house með lærisveinunum tveimur í húsinni við Emmausveginn. he lives. Ég veit að hann lifir. This is his true Þetta hin eina sanna kirkja Jesú Krists. Við munum á degi dómsins standa augliti til auglitis frammi fyrir frelsarinn. face to face. It will be a time of great Það verður þeim mikil gleði tími sem hafa komist nær honum í þjónustu við hann í þessu lífi og þau service geta hlakkað til að heyra þessi orð. to hear his words. Gott, þú góði og Thou trúi good and þjónn. faithful servant. I testify Ég vitnaði það as a witness sem vitni hins uppristna frelsara okkar og lausnara. and our Redeemer. In the name Nafni Jesú of Krists. Jesus Christ. Amen.
Our dear Heavenly Father, Kæri himneski faðir, í lokin að þessum ráðstöfnum hluta we express our love for thee, sýnum við okkar kærleik til okkar, til þín, fyrir þín áætlun gleðirinnar. Þakka þér fyrir gjöf sonar þíns, Jesú Krists. we also express our gratitude for the Við sýnum líka okkar þakklæti fyrir þau boðskap sem voru deild í morgun, preparation and inspiration fyrir þann undirbúning og who have spoken þann innblástur þeirra sem hafa talað til okkar. magnificent music, Við þakka fyrir þá frábæri tónlist tabernacle choir, og þann frábæra kór. each one of its members, Við erum þakklátt fyrir hvern meðlimur hans og þeirra þjónustu. Father, we ask thee, Nú, kæri faðir, biðjum við þig beloved prophet, að halda áfram blessa spáman okkar, Russell M. Nelson, to wonderful and capable counselors, hans frábæra ráðgjafa one of the members of the Quorum of the 12. og meðlumur 12 póstulasveitirinnar. Elskum þau. Pray and ask Við biðjum líka of the nations of the world fyrir leiðtoga þjóðana heimsins að preach fagnarindi sonar þíns Jesú Krist getur verið on earth every deilt öllum á jörðinni, hverju barni, dear Father. barna þinna. We ask that Kæru faðir, thy children við biðjum að hvert barna þinna have the opportunity to með hafa tækifærið að vera boðið to Christ. að koma til Krists. We love thee, Father, Við elskum þig, faðir, and we love og elskum thy wonderful Son, Jesus Christ. þinn frábæra son Jesú Krist. Og við biðjum í nafni hans, í nafni Jesú Krists. Amen. This has been a broadcast of the Saturday morning Þetta var session. útsending morgunhluta laugadags 109.2050 fyrri aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists innan síðari daga heilugu. Ræðumenn voru valdir úr hópi leiðtoga kirkjunar. Tónlist flutti The Tabernacle Choir at Temple Square. Öllum er velkomið að skoða og miðla boðskap þessarar og annarar ráðstefna á churchofjesuschrist.org. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Hana má nota til einkanota og ekki í hagnarskyni á heimilum, í fjölskyldu eða í kirkju. Höfundaréttur 2025, Intellectual Reserve Incorporated. Allur réttur áskilinn. Aloha, I'm Sister Borden from Hawaii, and I want to thank you for joining millions of people around the world in watching this General Conference session of the Church of Jesus